Þungur hnífur. Þessi hnífur á að vera þungur. Þungur hnífur. Þessi hnífur á að vera þungur. Þungur hnífur. Þessi hnífur á að vera þungur. Við byrjum á Hangþór. Já. Yes sir. Farum okkur svo yfir í, náttúrulega, þú veist, byrjum á leiknum í gær, fyrir svo í England, fyrir svo í Víking, fyrir svo aðeins í, Lengjuna. Já. Þetta ekki félagskipta glugginn og opnar hann í dag, eða? Siggi, hvenær opnar glugginn? Það er allavega leikmenn verða Þetta ekki að fara að segja einhverja... Leikmenn er allavega sko, það er 19. júlí, það veit ég, næsti leikur KR og Jason má spila hann er að opna. Hann er að opna, já. Já. Það er allavega leikmenn verða Já, maður sjá, er að koma feedback? Geðveikt.
Ok. Góða Sjá. Ég þarf að komast til slaka maður. Nú. Það er komið hjálm hérna á hausinn. Þetta er ekki hjálmur. Já, yes. Vá, þetta er kallt. Þetta er kalt vel Pepsi kaldur Max. maður. Áttu glas. Geðveikt. Vá. Herru, hérna, og bara harðir á vingunum. Já. Hvernig áttu fyrramarkið? Viking var hot. Já, Hornið. einmitt. Hornið. Svo erum við að tala um sko að Gylfi ætti seinna markið. Já, hann ásætna markið. Fyrir því alveg í hann. Já, hann nikkar hann aðeins. Sjást það ykkur replay? Ég sá það í Ég sé allt svona í replay, menn Ég sá þetta valla en hann meinur að tala um hann sko. Sko, ég horfði á leikinn á YouTube. Já. Fann hann þar. Það getið séð Þetta á það. YouTube? Það sést þar á YouTube. Alla ég sá. Ná, sjá. Já. Gjör. Það er highlights hérna á Champions League Það var highlights. bara allir leikur maður líka hana. Það var eitthvað kósi að hérna hlusta á Hjört Hjarta að lýsa þessu í gær. Það var eitthvað. Það var að lýsa á live. Það er hérna, við erum konur lótið. Sjá, herru, á hverju Uggi að hitta hérna upp? Já, hann var eitthvað. Herru, það kom panik þá maður. Júki minn var bara að leiðin inn á sko. Þetta er hérna. Hvað er að leita? Skoða bara hvort að Gylfi er snett. Já. Sjá, Það er bara rétt á undan þessu. ekki, Hanna. skot, Þetta er þetta er Gylfi. Þetta er Gylfi. Sérna. Já. Það er ekki alveg pottitt, það er tötts hana. Jú, sko. Þetta er tötts. Ég Var sé Gylfi touch í þessu. var Gylfi búinn að vera einhverju spjalli til þú veist, þetta er, ég les alveg, Þannig að kemur hann að Gylfi sér Já, ekki? Já. Jú. Sjá, hann liftir aðeins hann upp annar Já. hendinni. maður sé líka hvað Gylfi var ekkert svona ánæður nema næstum. Hann er með þetta FH mentality. Þetta er ekki haukari, sko. Svoleiðis. Er þetta haukari eða? Jólmundsminn, við vitum að við erum í loftinu. Heads up. Þeir eru í loftinu, það er að fara að gerast. Það var að setja með mynd á okkur. Já, Bara fyrir að vitið það því. Enna, þessu. já. Þetta Þetta er bara eins mikið Gylfamark og að verður. Eða stýrir hún bara hana. Þarna sko, ég veit að þú veist Hjört Hjarta. En ég fikk alveg trillt hann lýsa þessu. Hann var hendi í gól. Skipti engum mál hvort það var í jör eða... Svo bara einhver með honum sem ég veit ekkert hver er hann að kóa með honum. Það var þvílíkur andi orka á Ölveri í gær sko. Já. Það menn voru að tjanta og Já. Alveg stemning. alveg stemning. Eins og það á að vera. Já. Það sem er hjör, það er fjör. Já. Sem er síkóum mætur. Sami síka að geða þetta. Já. Nei, ég svo sem, sko, ég þarf þá ekki eitthvað desperate í, en það er alltaf gott að hafa á. Svo er þið með eitthvað gott svona, eitthvað HM feature, eitthvað, þú veist, við vorum að velja lið við, þú veist, núna náttúrulega verður við með báða bakverðina í Spáni. spænska landsliðinu, sko, annað veið bara fáránlegt. Já. Þannig að, neða, kannski ekki nýtt í þessu. Og sjá, hvað við gest á HM sem að Þarna kom panik í liði sko. Já, einmitt. Mér alltaf brjálaði maður að mætir hann í Víking og fer beint í 47 sko.
Það er rosa. Þetta er bara óra að hendi þetta. Þú veist. Geðveikt. Hann veit náttúrulega þetta er í lagi af því hann er sko, þú veist, náð kópóinum og þessu sko. Bara, give me the 47. Það er fucking unmatched óra sko. Já. Heyrði, ok. Halftime show í final. Mætti að hækka hljóðu út ef frekar látt. Já, við erum svona bara koma okkur fyrir. Heyrði, ef ekki bara henda okkur í ganga. Það er Ok. Sjá. Hér erum við. Svona. Og svo bara, ef þið eru með eitthvað take eða eitthvað bara vaðið í mig. Þú veist. Ef það er einhverja fréttir eða eitthvað að frétta af einhverju, vaðið í mig. Já. Ok. Nei, ég er ekki með þetta lag í gangi. Ég er annars staðar á hann. Ég er bara búin að gleyma. Góðan daginn, Epic America. Já, fengur frábæran undanúrslitaleik í gær, kannski ekki þann mest spennandi, en ótrúlega framistöðu. Dóttarfútból verður í Ormsson í kvöld. Bræðurnir Ormsson og horfir á leikinn þar með vinnir sínum þar. Þeir eru auðvitað með frame-tækin góðu frá Samsung sem að eru mjög falleg og hún fílar þau líka. Það er að segja frame-tækin. Boss með Dóttarfútból. Tómas Guðmundsson er gestur Dóttarfútból. Velkomin. Takk. Þú átt ekki Boss-ilminn. Áttan á sínum tíma. Þú átt hann á sínum tíma, Gekk mjög vel þá. Gekk mjög vel þá. Ertu með konu í dag? Já. Þú ert gerna jelly. Það er gott að gera inn á milli jelly. Já. Það færðu þér Boss. Gera það jelly. Hvað? Svo gamall. Það? Já, þú ert eiginlega elsti maður sem ég umgengst. Ég er eiginlega bara með krökkur. Er það að tala um Janda? Já, bara bæði Anda og hvernig þú ert og talandi um jelly. Hann er svo erfið við mig þessu vikuna. Já. Ástæð fyrir ekki Mideru, þannig að ég jarðaði með Mideru síðustu. Það var þessi nægt. Svo var ég ófríð fyrir eyrnalokka. Já, þú ert ekki pretty boy. Ég hef líka aldrei sagt þér það. Nei, þú veist, þess vegna átti ekki að vera með gaur sem er bang average í útliti með einhverja eyrnalokka. Það meikar engan sens. En sá gæi var ekkert að tala með að fá sér eyrnalokka. Svo bara grýtt í hann. Ég er að djóka, ég er mjög hugulur. Ég veit líka þitt track record, þannig að það var menn að bera virðingu við þið. Þetta er alvöru track record, sko. Þetta er eitt skreitasti leikmaður þjóðurinnar þegar það kemur á djáminu, sko. Þannig að það er bara svoleiðis til að koma sér í toppstand. Þá voru það sjálfsögðu fjárþjálfun Gilsans 39 og 90 þar. Drengir, spurjum hérna með 66. Heyrðu, 66 á norður og kollapa hendi ykkur drikk saman. Það var ekki alveg á bingospjaldinu mínu í byrjun árs. Einhvern veginn 66 kollap drikkur. Ég fór bara beint í bingospjaldið og það var ekki af því. Nei, ekki mínu heldur. Vá. Þetta er stórt. Þeir bara klikkið í á neinu 66 núna. Nei, það er einhvern veginn voða lítið í því. Já, allir að tala með á chatinu, hvað gerir einhverja jelly. Það er skemmtilegt. Ég er ekki toxic sambandi. Hérna spurningin, hún er klár. Og eru þið tilbúinir, drengir? Yep. Hver var þjálfari Spánverja þegar þeir urðu loks Evrópumeistarar 2008? Þeir voru í hérna... Er þetta ekki hérna... Gamli góði, hann var alveg orðin vel gamall, hann dáin í dag. Nei. Heitir hann ekki? Nei, það er ekki Del Bosque. Hann heitir Luis Aragones. Það var allt í rugliðarna rétt fyrir EM 2008. Hann hendi Rál út úr liðinu. Það var mjög... Hann tók hann ekki sem messir í hóp. Að þessi kongur hérna, Luis Aragones. Del Bosque var með liðið einhvern tímann ekki? Eftir á, gerði það á heimsmeisturum. Já. Það var allt í rjúkandi rúst með hann var með liðið að Aragones. En hann vann þetta. Það var ekki að segja neitt. Búst með Dóttarfútból. Áfram karlmenn í netverslun. Já, þú verið duglegir að versla.
geti veslað svona dót sem þið viljið ekki að neitt sjá ykkur vera að vesla á netverslunum eins og til dæmis húðvörurnar nýkominum úr búðinni kannski ekki beint að kaupa eitthvað næturkrem Nei, það meikar ekki sens. Förum í leikinn sem framfór í gær þegar að Spánverjarnir pökkuðu þeir pökkuðu frökkunum saman Ég var svo sem ekki búin að tala þetta fyrir aðdraganda leiksins að þetta væri miklu jafnar mér varst allir að tala eins og frakkarnir eftir eitthvað að fara að vinna þetta ég var aldrei að sjá þetta Nei, ég var frakka megin en ég held að það er bara slight favorites ég held að sko að ég átti aldrei vonað að annarkvort lið myndi vinna með einhverjum yfirbörðum ekki eins þægilega og spænskaliði fóru í gegnum þetta Ég á með þetta algjörlega 50-50 og þeir voru aðeins favorite á sportsbókinni en það var alltaf value á Spáni sko. Já, ég held að sé ótt að segja það Spánverjarnir byrjunarleik miklu betur fá hann vítaspyrnu þegar að Luka Dinje hakkar Lamine Yamal niður við erum búin að sjá svo mörg svona víti sem menn að horfa upp í loftið og menn bara að taka full swing eins og bara þetta er Kane á móti Mexíkó þetta er Luka Modric á móti Englandi Óskar Borgþórs í gær Mér er alltaf að sjá þetta var einhvern versta Dígni, þetta var bara glórulust hann bara horfa upp í loftið ég ætla að vakka þessi burtu og líka ofan á það að þetta er varnarmaður við erum að tala um miðjumann, við erum að tala um frammerja og Óskar Borgþórs kattari ég ætla ekki að tala lengi með dómara en hann var ekki nógu góður til þess að dæma þessu leveli hann var ekki nógu góð bara, þú veist ég sá þetta Shams var að setja út á hann bara, þú veist nú er ég að hugsa hvað það hallaði ekki á annarlega hann bara lélur, hann var að flauta alls konar drasl og bara hann var ekki nógu góður að dæma fótboltaleik ok steipa flæðið í leiknum hann bara lélur, þú veist bara auga mitt greip það ekki nei, veist, það var ekkit að halla á liðin hann var bara ekki góðu dómari það var ekkit flóknar en það en þeir komast þarna yfir á 22. mínútu frakkarnir náðu ekkert að snerta á Olise þessi guðskjöf frakkar hann gerði ekki neitt í þessum leik vesti leikur sem ég séð hann spila hann var alveg tindur í þessum leik og eitthvað var að elta Rodri og meira svona fókus að loka á hann og við höfum líka bara séð á þessu móti þetta er fyrsta skipt sem frakkar lenda undir skiptingunni á Deschamps fram að þessum leik hafa bara verið svona like for like skiptingar hann hefur ekki þurft að vera með neitt in-game management þarna lendaður undir og þeir bara ströggluðu, þeir náðu aldrei að klukka Spánverjana. Ákveður hókaðan Rabió, var hann þreyttur eða bara... Hrættuðu gula. Hrættuðu gula spildi, hann var líka, þú veist, hvað rétt fyrir hálfleikinn, það átt hann brot hann á gulu og var svona tæpur á hann að síðast sens. Kukureya spilaði 97 mínútur á gulu, sko. Nei, þú veist, hann var allavega að snemma að koma á... Dekla Ræ spilaði var það mútið Mexíkó. Já. Svo spilaði bara fyrir gult á fyrstu mínútu, sko. Já, þannig að... Spurningu traust. Já, menn geta þetta. Það fari yfir alla framlínu frakkana. Þeir gátu ekkert William Saliba fyrir þetta út af meiddur. Kom okkur ekki óvart að hann setti Lacroix inn á? Jú, að gera það. Konate er náttúrulega komur ekki svona tæpur inn í það mót. Ég verið eiginlega ekkert spila. En samt, Konate hefur verið hans maður, sko. Og Lacroix, þetta er, þú veist, það talaði um Digni sem veika hlekkin í þessu liði. Vissulega rétt, maður skoða liði. En Saliba hefur bakkað hann upp fyrir missir hann út og droppið á Saliba og svo Lacroix hlinn á Digni þá var þetta alltaf að fara að vera helviti hættulegur leikur sko, á þess að reyna að vera ofsniður en Pedro Porro er bara einn af leikmönnum mótsins hann er búinn að vera þetta er einhver, sko, Carvajal var þarna í Evrópumeistaraliðinu fyrir 2 ára síðan Pedro Porro er búinn að vera rosalegur í þessu móti og Kukureya líka finnst mér sko veist, hann kan bögga með allt ég næ ekki að venast þessu hári á honum Kukureya það fyrir alltaf en tjóðilega er hann búin að vera góður hann er algjörlega stórkost Kukureya er búin að vera frábæra því að vinstri kanturinn er svolítið lamaður hjá spænska liðinu og Kukureya er búin að vera góður varnarlega og sóknarlega en ég sammálaði Porro hvað er þetta annar markið hans á mótinu og bara búin að vera mjög öflugur það er ekki mikla hjálp í varnarleik með Jamal fyrir fram að sig Sáðu þið klippuna hjá Thierry Henry á Fox þar sem hann var að sýna þetta spænska DNA í fótboltanum það er ekkert verið að treysta á einhverja einstaklingsgæði eða einn á einn eitthvað bara spila boltar og þeir sýndu þarna annað markið aftur það er náttúrulega Lacroix fer bara að horfa á leik og gleymi sér einhvern veginn að séu komin í undanúrslitin HM þetta var stór fyrir, þetta bara stóð bara hana hvað var það ekki Olmo sem að
flikkar hann það, Jú. hann bara stendur eftir. Já, bara horfir, hann bara fyrir að horfa. Sko þeir voru að tala Arnar var að tala það eftir leik að hann var svo vanur að spila þriggja kerfi að Palace. Já. En samt, come on, skiptir yngur máli hvort þú setið þriggja eða tveggja manna kerfi, þú gerir þetta ekkert í undanúrslitum að háum. Ef við samt skoðum sko breytingarna sem hafa orðið á Spáni millir þess að 2 ára. Þetta hafsendin, hann Kubasi, þessi ungi strákur, komur hann inn. Það náttúrulega bara, þú veist, hann hefur ekkert líkamlegt í þetta, en hann frábær að spila boltan og les leikinn ótrúlega vel. Nico Williams kemst ekki í liðið í dag. Þú ert með hennan Baena frá Atlético Madrid. Þú ert með skal ég segja þér með auðvitað Porro í staðin fyrir Carvajal eins og ég sagði hér rétt á hann. Og svo held ég að þú sért bara sirkabát með liðin, og Alvaro Morata farin út og Oyarzabal inn. Og þú veist, liðið bara betra en fyrir 2 árum síðan og þeir spila eins og félagslið. Það er bara málið. Maður sá hann að leikja gær, maður hugsaði, þú veist, á pappinu, frakkar með sterkari og betri einstaklinga, fleiri, þú veist, á pappír. Sko, við bara horfum á liðin hérna, þú veist, það er bara ótrúlegt þessi yfirburðir með að við bara sér þetta á blaði, sko. Þeir áttu ekki breyk, sko. Alltaf fundist svona leiðilegir einhvern veginn, þessir allan í byrjun keppninnar. Já, þeir voru bara að koma sér í gang. Já, en þetta voru bara, maður aldrei sé frakka í svona ráðalösa, sko. Og svo þú veist, við tala áður, eins og bara Fuente. Þú veist, hann er auðvitað með, þú veist, hann er með U19-lið, með U21 lið, líka með U23 lið þegar það var hana. Þú veist, svona verður þetta potið, þú veist, spænsk þjálfarinn sem er á Spán U21 í dag, U19, hann er ábyggilega að taka næst við. Já. Bara þekkir alla þessa leikmenn. Þannig að þetta er rétt. En hvernig sjáu þið England eða Argentínu við ætlum að fara í það eiga breykið þetta? Við skoðum það bara hér rétt á eftir. Unai Simon, frábær, aggressífur í markinu, veður þarna út og svípaði þarna vel maður. Já, ég heldur reyndar að Mbappé var aðeins, held ég að vera rétt fyrir innan í því. Ég er svona mjög tæft í það minnsta. Og það var, ég held að það var 83 mínúti eða eitthvað. Það var fyrsta skot, þú veist, þegar ná hann og Unai næra komið sér tilbaka og vera hann, það er fyrsta tilraun á marki á Frökkum. Já. Þetta er þetta er lægsta XG hjá Frökkum á HM síðan 66. Ég sá samt Frakkar spila svona, því Frakkarnir núna mjög skemmtilega fyrir 4 ára síðan. Já. Þú veist, þeir eru en þeir áttu bara ekki séns í þessum leik og sem búið Argentínu fyrir 4 ára síðan í úrslaginu. Það var það ekki fyrir að þeir höfðu enga tapa sem þeir náðu að keyra þetta í gegn. Og maður beið alltaf eftir þessum kapla, en gæti einhvern veginn komið upp á þurru. Þú veist, jú, ég er með einhverja Instagram brósa mína, allir bara hrósa mér fyrir Dembele teikið mitt í gerð, sko. Bara you know ball, 40 years of ball knowledge og eitthvað svona. Jú, þakkaði my fans fyrir það, sko. I got the best fans. Bara, með nóg að heyra sér núti en my fans í gerð, þeir voru algjörlega óstöðvandi á öllum miðlum. Það kemur óvart og var ákvað að fara þetta. Já. Hvað? Það er bara leið og ég sá bara Dembele á vondaleik í dag. Allir Hjörvar að ræða eitthvað á morgun. Gæti verið. Eina tekið mitt er þetta. Þú þarft að vera ákveðið góður til að vinna Ballon d'Or. Hann er ekki nógu góður til að vinna Ballon d'Or. Það er allir sammála það. Já, ekki ég. Já, þá ertu bara eitthvað í einhverju bull. Þú þarft bara, þú veist, eins og núna, hver er frontrunnin? Allir Messi vinni þetta, þú getur bara leikmaður Inter Miami bara labbaði öllinu og unni Ballon d'Or. Það er rosalegt. Pítur, hver er Harry Kane, Bellingham. Já. Erum við með eitthvað Spámur, já. Nei, eitthvað PSG brósa hana. Já, þetta er Ruiz. Já, Ruiz. Vitinha. Nei, náttúrulega drullaði. Nei, Vitinha, náttúrulega ég bara tala sem var að fara í úrslitaleikin. Já. Nei, þetta verður gaman að sjá, af því að Spátn er bara svo mikið lið. Ég meina, Jamal er flottur, en hann er bara skora 1 mark í móti. Já, ég veit það. Það er vel málið, það er engin stjörnu frammeðstæði í honum á þessu móti, en samt er það bara búin að krúsa í gegnum þetta mót og tala um endurkomuna hjá Frökkum móti Argentínu á HM. Man er leið aldrei eins og það var eitthvað í kortunum í þessu leik. Man sá bara alltaf, Spánverjunir, þeir leið aldrei illa í þessu leik. Já. Þetta er, og herru, ég var líka á leiðninga, ég var að hlusta á að vera að tala um spænska lið, hlustaði bílum. Ruiz, hvað þetta var landsleikum með 49 hjón. Já. Aldrei tappa landsleik. Nei. Og þeir eru núna, hvað er þetta strík í gangi hjá þeim núna? Hjá Spánverjum. Hvað er langt síðan þeir töpuðu leik bara, þú veist, þeir töpuðu fyrir Kólumbíu. Já. 24 eða eitthvað líka. Það er bara síðan skipt síðan töpuðu leiki í fótbolta. Já.
Já, mars Já, æfingarleikur. 24. Já, eitt stykki æfingaleikur þarna. Þetta verður rosalegt. Já. Rodri líka frábæra í svo leik svona nálga sitt besta form aftur. Já. Ég veit það ekki, ég maður horfir á þetta á spænska leik, bara hverjir eiginlega veikleika spænska liðsins? Mér finnst að vera einu skipti sem ég sé liðið fá okkur færi eða þá eina marki sem við fengið á sig, þá var fyrirgjöf geta leira að koma inn. Já. Mér finnst það eina, það er fyrirgjafir og fyrst leikadri. Það er ekkit endilega allavega fyrirgjafir, ekkit endilega það er ekkit franska lið, það er meira skyndisóknir. Það getur verið enska lið. Annars sem ég er að velta fyrir mér við lifum í heimi þar sem að vantar öfluga miðverði. Og Laporte er eitt besti miðverður í heiminum. Á bara að leyfa honum að leika sér í Baskalandi á næsta ári. Af hverju er ekki Manchester United eða Liverpool eða eitthvað sem það vantar öllum liðum hafsend. Þetta er bara topp hafsend sem gerir mig, hann sér eftir í dag að fara snemma til Saudi. Já. Hann er ekki það gamall, hann er ekki Hann toppaldri. Hann er 32, hann er toppaldri og hann er allar reynslu í heiminum. Meiri háttar miðvörður og ég meina Liverpool. Ég meina þetta er bara no-brainer fyrir öll þessi liði ef hann vill koma aftur til Englands. Kannski sitt í sig og horfa og byrja ok, við erum hérna með við erum Kusinov og Gehi og Díaz og kannski ekki pláss hjá okkur. En ég meina eins og segi, 32 lítið vel út örfættu líka. Og bara hefur spilað í ensku úrvalsdeildinni. Hann er fáránlega svalur á boltan líka. Hann er með allt með sér. Gæti komið í rotationu hjá okkur United með Lisa og Harry. Já, með Lisa og Harry, já. Það var henni þegar þú segir þetta, maður verður nú bara það er að glæja. Það er samt fyndið maður skoða tölfræðan úr þessum leik. Að sko mann er leið eins og spænska liði væri svona 70% boltan. Af því að þegar þeir voru boltan þá var þetta eitthvað svo þægilegt og frakkarinn aldrei að klukka á. En þetta er allt mjög jaft. Já, ég held að það veri meira possession, sko. Voru ekki bara lokamynda sem blekkt þetta eitthvað? Jú, það geti verið svona aðeins droppa niður. Já. En þú veist, þeir eru ekkert eitthvað rosalega mörg færi, spænska liði ekki mörg skot á marki og allt það. Þú veist, ef þú mistir að þessu leik og sást hann ekki og horfir bara tölfræðina, þetta er svona í þetta skipti sem hún segir ekki allt. Nei. Didier Deschamps að stýra þeim í næst síðasta skipti. Síðasta skipti verður núna á laugardaginn í leiknum þriðasætið. Fyrsta skipti sem að Kylian Mbappé tapar leik á HM. Eða það er að segja í sem þetta venjulegum leik. Já. Svona spurning út að það verði eitthvað hvatning fyrir frakkarna að taka bronsi fyrir því sjámsa þegar svona á venjulegum degi, þú veist, sem maður ekki fyrir sér að þeir myndi nenna þessu leik, sko. Já, samt þessi þriðjasættisleikir, þeir verða oft svolítið emotional. Mbappé náttúrulega reynir bara við metið. Reynir, hann myndi taka hann leik alveg, sko. Þú vilt ekki alltaf eiga medalju. Bronsið. Já, medalju. Það er alveg gaman að, þú veist, þá getur Mbappé sagt þegar ég á gull, silfur og brons. Já, þú segir það. En það er ekki geðvögt. Jú, það er geðvögt. Það hefði aldrei það væri alveg mjög gaman að eiga þetta allt saman. Var það á bingospil, það er nóga spurningum hérna. Frábæra spurningar á chatinu. Takk kærlega fyrir að vera svona duglegir á chatinu og ég vil ekki bara fara yfir í Englandsleikin. Jú, ég til ég. Er ekki? Jú. Förum til Atlanta. Stundu kallað Hatlanta. Atlanta? Þetta er sturlaður völlur en Atlanta völlurinn. Rosalegu völlur. Benz völlurinn, hefur komið hana? Ég komið hana, fór á MLS leik svona 2018 glæni höll. Þetta er eitthvað allt annað, sko. Allir vellinir á þessum mótir, geðbyggir. Já. Ferði áskrift hjá Hapadreyjum. Fyrsti mánuður er frýr þar. Já, við kíkjum á leikinn á Mercedes-Benz vellinum í Atlanta. Það sem England og Argentínumenn mætast. Eina leiðin fyrir England að vinna leik er að keyra upp helvítis tempóið. Já. Ég myndi shock the world. Ég elska þegar að þjálfar að sjá eitthvað sem ég sé ekki. Eru miklu klárar en maður sjálfur. Og mér fannst það eins og þegar að því að ég sá Madueke skiptinguna fyrir mér, ég sá ekki Declan Rice skiptinguna fyrir mér. Aldrei. Fuente ég myndi aldrei þóra að spila Kubarsi. Ég var ábyggilega í einhverjum örugum. Ég hef tekið Lenormand bara aftur í liðið og spila sama hafsendakerfið eða sömu hafsenda og síðast. Það sant? Já, maður myndi freistast til þess að taka hann Bæena út úr liðinu og setja Williams inn. Já, ok, ég skil það. Þetta er bara þjálfari sem á æfingasögn allir daga og þeir sjá þetta miklu betur en við. Það? Við erum að flokka undir eitthvað áhættu að vera að spila hafsendi á Barcelona bara. Nei, við bara sást bara, hann var í vessinni á móti Atlético Madrid á stóru sviðinu í meistaradeildinni í ár og bara
en þarna ég hlakka til að sjá hvernig hann stillir upp enska liðinu ég væri til að sjá eitthvað algjört sjokkað. Hvað erum við að tala um þá? Ég væri bara til að sjá prófa Watkins á kantinn, einhvern bara frískur, kom með einhverja bílað orkun í þetta og mögulega bara Rashford þarna einhver staðar inni og Jet Spence frá byrjun og bara keyra á Argentínum. Náttúrulega Jet Spence kom frábælega inn í síðasta leik og hann og Saka svona breyttu leiknum. Saka kemur bóttið inn. Ég trú ekki öðru. Það væri svona svo típist eitthvað svona þrjóskast með nonna bara ennþá. Bara svona, ég hef bara séð á áður sko. Þrjóskur þjóðveri. Ég held að nonna hefur spilast út úr þessu. Já, ég held að Reece James lítur að koma inn í hægri bakgrunn. Er hann klára? Já, hann kom inn í síðasta leik Haldið að hann sé einhver kall í 90-120. Ég meina, er ekki allir leikinni í Argentínum á 120 í útsætti? Er ekki 2 af þessum 3? Eða hvað? Jó, þeir eru náttúrulega unna í venjulegum leiktíma Egyptana. Já. Þetta er alltaf 2 þreytt lið. Já, maður er alveg séð það. Sko, ef þetta fer í framlýgingu þá, sko, þá er bara hvernig þessi spræku menn sem kom inn geta breytt svolítið. Þeir sér það bara, þeir eru alveg búin að... En þú talar um Oli Watkins. Já. Þú ert væntilega bara að horfa í vinstri kantinn. Þetta er þá Gordon, Rashford, Oli Watkins. Já, ég er bara að tala um að koma einhver feskleik inn í þetta, því að þú veist, maður vonar náttúrulega, sko, Declan Rice ætti í öllu eðlilegu, þú veist, eðlilegu dæmið, þá er hann 3. maður á blað hjá enska liðinu. Og Declan Rice verður að spila hann að leik. Já. En þú veist, ef hann er bara 75%, þá kannski býður með það. Já, en það er samt, maður er búin að lesa það að hann sé bara fitt núna. Bara klár í þetta. Já. Þá byrja hann. Það er náttúrulega klála ástæðan fyrir að hann fór að tekina velli í síðasta leikum með Noregi, sko. Ekki eitthvað taktísk snild eða eitthvað reðjar, sko. Nei, mér er samt koma einhver svona alltaf svona... Fannst þið leikurinn ekki droppa? Þegar þeir rifust ekki í gang fyrir mér sko Elliot Anderson fannst mér stígu upp þegar hann fór út af. Já. Er þetta ekki svona ekta leikur fyrir Koppi líka? Kom inn í Koppi hefur bara ekki sést það er óvænt að það gleyma honum og Ivan Toney er bara fyrir vítaspyrnukeppninar. Já, hann kemur inn í hann snertir ekki völlin í framlýningu hverju er þetta aftur fleiri sem hafa bara ekki verið þarna inn á hjá Englendingunum? Oli Watkins held ég sem búin að spila 6 mínútur á þessu móti. Jordan Henderson er náttúrulega handleggsbrotin eins og þekktir. Af hverju er Jordan Henderson eins og í síðasta leik mútið Normunum? Af hverju hann að klæða sig í treyjuna það var í skónum líka það er bara allir í það er bara fúlkitt vera með í stemningunni eða Rodgers geta hent honum. En sko þetta er nefnilega veikleikið. Þú ert að tala um hver er hann vinstri megin Hjörvar. Þetta er veikleikið á argentinska liðinu. Þú sá móti Sviss þar að voru með Endói og skyndisóknir og bara beinskettir. Molina er í brasi hana hægra megin. Þannig að þetta er alveg stór ákvörðun hver byrja vinstri, menn Gordon hefur rifið hans í gangi í síðustu leikjum. Já, hann hefur gert það, náttúrulega lagði upp í síðasta leik og 2 í leiknum þar á undan. Ég heldur endur að verði breyting á liðinu hjá Argentínu þessu leik. Við erum að sjá hérna á skjánum með okkur, við erum að sjá að þeir er búin að vera í tígul með Enzo og Paredes og De Paul og McAllister. Ég held að Almada kom inn og þeir fari bara í 4-4-2. Almada kom með hann inn á vinstri kantinn. Ég held að Paredes fara velli eða De Paul. En er ekki komið tíma á eitt gott bull frá Romero eða Lisandro Martínez? Er ekki komið... Var ekki Martínez í smá bulla mot Egyptum? Jú, en þú veist, það voru bara eitthvað, þú veist, að dekka ekki leikmann eða svona, ég er að tala um einhverja góða tæklingu. Romero hefur aldrei mikið rautt spjald. Nei. Með Argentínu. Hann hafði sér alltaf eins og maður þegar hann þarf að spila fyrir Messi. Já, það er alveg öðruvísi að horfa í auguna á Messi og beðast afsökunar eftir að klúðra einhverju leik heldur en Thomas Frank eða nú bara að gleyma hvað Ástralinn hétt. Igor Tudor. Já, Igor Tudor, það er ekstra þægilegt þar. Já, nei, veist að þeir mun að hafa sér en ég er mjög spenntur að sjá hvernig Martínez mun hafa sér í markinu í svo leik. Ég hef aldrei séð Argentínu tapa undanúrslitaleik. Þeir vinna alltaf undanúrslitaleiki. Og ég er alveg það er mér þess að tölfræði þeir hafa unni alla 5 takk fyrir það. Þeir eru með svarta belti í þessu. Hvað er besti leikur sem þið séð England-Argentína? Náttúrulega sko ég man eftir 86 leiknum, ég er það gamall. Ekki ég var bara að koma út hérna. Ég man bara eftir 2002 Beckham revenge game. Þegar Teddy Seneca sagðist ég skal keyra það út á flugvöll. Ég er að skoða hérna head to head. Ég var 12 ára 98, 22 rautt spjald. Það er Beckham. Það er Beckham rauð. Sko, svona er aldrei rautt í dag. Nei. Bara eitthvað danskur trúður að dæma. Já. Nei, Beckham hefði lifað þetta í dag.
Þetta verður geðveikurleikur. Þetta verður algjörlega trillt. En hérna þú veist, það algjört eftir þess að innkomi á Spence. Já, Total Eclipse. Total Eclipse og það er gott. Já, Það helviti góð texti. Já, það var, sko, þannig að þú segir að Reece James er hægri bak, Já. Nico Riley vinstri bak. Já, Þannig að þá er ekkert plássur í minn mann Jet Spence. Nei, sko það er þá spurning hvort hann fari vinstra með, en ég held ekki. Saka kemur inn, Hann tekur ekki O'Reilly út, sko. Reece James kemur inn, og þá er þetta Anderson og Rice og Bellingham. Ég held að Gordon verði hann vinstra megin, af því að hann er búin að vera svolítið heitur í síðustu leikjum. Ég var í trilltur ef ég var í Jet Spence. Sko, ekki bara að vera ekki í liðinu, því að þú veist, þú ert einhvern veginn orðin aðal kongurinn í dag, og það er verið orðaðið við Everton. Þú veist, það er bara ótrúlustu menn í dag sem bara rölda til Juventus og eru orðin einhverjum kongar þar. Og Já. ég bara, herðu, hvað er Juve? Nákvæmlega. Bara eitthvað AC Milan. Hákur fæði Lloyd Kelly í Juve-múfi. Og ekki ég. Nei, herðu, ég ætla að segja að Jet Spence komið hann inn vinstra megin. Ok. Af því að þeir eru slagjarana hægra megin með Molina, fá það bara ekstra hraða, af því að mist O'Reilly ekkert búin að vera sérstaklega svo móti. Það er samt góður, sko. Hann er alltaf solid og þú veist, getur komið inn á mig svo heldur vel í boltan alltaf, en ég held að hann fari í kraftina, því þú veist, beinskittir á móti Argentínu, þeir eru veikir fyrir skyndusöndum, þannig ég held að hann fari hraðan hann vinstra megin, því að þú veist, það er ekki mikil hraða hægra megin hjá enska liðinu. Sko, það er hvað er þið búin að skora mörgur hottum á nærsvæðinu Argentína? Mér finnst ég alltaf verið að sjá hvað marka sem að litli McAllister einhvern veginn stangandi markið, Já. en kannski er þetta eitthvað að hrærast í hausnum á mér, en það er eitt sem að fara í töðan með núna í nútífum fótbolta, það er þessi útsvinghott. Já. Ég er náttúrulega einhver harðasti innsvingmaður sem hún finnur, og við sáum Arsenal skora þessi mörki úr hotspilum í ár, það var alltaf innsving. Já, Saka og Rice. Já. Skiptir svo milli, já. Og það voru allt geðukott. Þetta er komið í einhverja tölfræði greiningu Já. með þetta, sko, en hann alltaf skora bara, útsving Kane. Já, mútið Krótíu. Já. Það var frábær skall, hann fekk hann eitthvað flugbröðina, sko. En mist bara líka, oft eins og boltinn sé að fara út af líka í hérna. Þetta er miklu erfiðar að setja kraft í skallan þegar þú færi útsving, sko. En ef að Saka verður hana í kvöld, þá færðu útsving, einsving, báða megin. Eitt sem hefur spilað vel líka er Paredes. Hann hefur verið að leika vel aðna. Já. Náðu þetta í þetta rauðaspjald á móti Sviss. Kom tilbaka og mættur til Boca Juniors. Paredes, já, hann tók hana, það var dívan í Embolo. Já. Það var eiginlega Saka að kenna. Saka var svo harður á því að spjalda Paredes. Já. Embolo hefði lifað þetta af eða hefði ekki endað með spjaldi, sko. En ég held satt að hann dett út úr liðinu kvöld. Mér finnst þetta orðið svolítið heavy legs hjá Argentínu. Og hver kemur það inn fyrir hann? Ég held að Almata koma hann inn. Já, Þeir fari einmitt. 4-4-2. Já. Að því að náttúrulega við erum talað með að það er búið að vera bras á hægri hlið Englendinga. Já. Þannig ég held að fari í smá power á kantinn. Svo náttúrulega líka er eitt sem að þeir hafa ekki núna Argentínumenn. Þeir hafa ekki hennan Di Maria út á veng. Nei. Di Maria var oft góðum argentínska liðinu. Já, ég veit það. Það er lítil ógn út í vittinni. Þess vegna er þeir búin að vera í svona tígulmiði og leifa bara, þú veist, þeir eru bara búin að leifa bakvörunum að eiga vittina, sko. Hlustið á meginningar, keiri upp tempóð, bara vaðið á það, þóðið lendi 1-0 undir strax, bara vaðið áfram á það. Já, þú veist, Argentína hafa yfirleitt bara eins og mútið Sviss og í þessu leikjum þegar þeir komast yfir, þá slökkaður á sér, sko. Já, Það er bara annað keira á þá. Ekkert bull, við slum gera upp en hann fyrir undanúrstaleik með Kia að sjálfsögðu. Hver á bestur í leik Spánar og Frakka? Hvað séu þú, Tommy Boy? Ég, ekki bara solid, einhvern veginn Rodri, þegar liðið spila svona vel, þá er það fyrst að pikja mér. Ég var rosalega porrómaður þegar ég vaknaði morgunin, svo að maður bara hugsaði Rodri back to his brilliant best. Það er rosalega að vakna sem porrómaður. Já. Herru, ég er samanlega þessu. Rodri var geggjaður svo leik. Hann var, sko, vá. Já, við erum eiginlega að velja Luis de la Fuente sem þjálfara. Heyrðu, hann er liftingafrík. Það er með vöðafík. Hann er bara, þú veist, hann loka bara á sér og fer bara inn í gimmið, tala ekki um neitt og bara liftir eins og móðufakur klukkutíma á dag. Heldur þessu vel. Já. Herðu, já. Það er wow. Veitu, af hverju var ekki búin að taka eftir þessari holningu? Nei. Testið hérna. Hann er öflugur þarna. Testabústurinn. Á testabústundum frá Svavari Fitnessport sem að reynda Svavari Fitnessportu fyrir hann að brugga sinn eigin og selja.
undir borðið eða? Nei, bara upp á borði. Þetta er allt saman upp á borði. Kíkja á það. Já. Og þá er það búðingurum frá gerdeginum. Herðu. Það er ekki bara að lúka Dinje. Jú, Dinje eða Lacroix, annarkort sko. Dinje, þetta var svo mikilvægt, þetta fyrsta mark var svo mikilvægt í svo leik. Sko, ég verð brjálaður út í bara á lélugu leveli þegar menn alltaf vakkan í burtu. Þannig er svona inn í teik. Já. Mér finnst þetta líka svo, þetta er svo pirrandi víti. Þótt maður sé hlutlega svo horfa á leikinn, að þetta er eitthvað svo, þú veist, þetta er svo lítið sko. Að þetta var eitthvað svona leðilegt víti. Ég hugsa með alltaf sem var að berga sig út á hendinni á Jamal. Já, frakkanum voru við að töðu svolítið við því sko. En nei, samt. Það sé líka bara Jamal, hann spottar þetta strax, löngu áður, hann er að fara. Sáðu sko að frakkandir er kannski ekki rosalega góðir í, þeir eru að fara á námskeið á Marokkómunum sko, það er nú nóg á Marokkómunum í Frakkland til að kenna þeim. En þeir ætla að hægja á vítinu svo þeir gátu. Það er að segja að láta líðis mikinn tíma eins og Mbappé lendi á móti mitt Marokkó. Og ég sagði bara, hún var alveg slétt sama, dundraði þessu bara í markið. Gott víti maður. Þegar Magnan fóri rétt hot sko. Æfa víti og þegar það kemur að taka víti, go hard. Bara ef þú ert búin að æfa þetta nógu mikið. Velja hotnið og... Ekki nema gæinn sé bara að tekja bónu og hlaupi í hotnið, þá kannski taktu ykkur aðra ákvörðum sko. Þú veit, það er skrítin taktík. Ég var aðeins að horfa á þetta. Ég held að það var bara ekki hægt. Hvað var það ekki mútið Króatíu? Þetta eru sko, hann barði víti eitt svona, en hann gerði þetta þrisvar. Afgón. Já, hann gerði líka afgón, en líka í hinu vítunum, þeir skutu framjá og eitthvað. Hann var bara eins og var búin að fríka út sko. Það er bara svo skrítið að það er með funky style eitthvað. Þetta er svona eins og maður myndi gera sjálfur, skilur við. Það er vel útileikmaður færi markið. Þetta er mjög mikið útileikmaður. Mættur í hotni. Og svo er hann eitthvað, eitthvað svona fáralega. Þetta er algjör snilt. Já, slum hend okkur næst í hingað. Nei, hvað er í gangi? Ég er með alls konar í gangi. Er þetta Europa League? Já. Það er Evrópudeildin. Dýjum okkur í hana með Voga ídýfunni. Já, það er ekki gaman að þessu nema að sé ídýfa á borðinu. Víkingar, já, fyrsta íslenska liðið til að henda Ungverjum úr leik. Við höfum alveg stöpið það hér á Íslandi. Það er úrslitaleikur við Ungverja í einhverju sporti og þeir pakka okkur saman. Og við náttúrulega ættum að spila Champa League-læðið, sko. Já, ég líti á þetta sem Evrópudeildar sko. Ég vil bara komast í Evrópudeildina. Ég vil ekki eins og fá Víkingarna í meistaradeildina. Jú. En Víkingar eru bara með annað mentalitet en íslensk lið. Þeir fara bara til Ungverjaland svo klára dæmið. Daniel Hafsteinsson og Gylfi Sig með mörkin. Já, við fórum í rannsóknarvinnu hérna fyrir þátt og sjáum að Gylfi Sig skorar. Hann skorar og ég laði hann ekki upp náttúrulega líka. Jú, átni. Strákar, hérna tjatti er aðeins stótt út hjá okkur, þannig að ég sé ekki hvað meistararnir á tjattinu er að segja. En já, hvernig vannst þetta 2-2? Tómas, hvernig, þú svo horfður á leikinn allan? Já, það var frábær orka á Ölver í gær, stappað hérna út af dyrum. Sko, þetta var einhvern veginn bara fagmannlega gert, allt annað leikur, heldur fyrir leikurinn. Við byggumst aðeins svona meiri pressu. Það kom fyrstu 10 korter var þetta, hérna, þurftum að halda þetta út, sko, smá söffer. Svo var þetta bara einhvern veginn komin svona þægileg taktur í þetta fyrir áleik, þar til við skorum. Eftir við skorum komast yfir, þá voru umulegir, sko, fram að hálfleik. Og þá, sko, eftir fyrsta markið, þá leið manni smá eins og Brömbi slísi. Já, maður fekk bara og þurfti bara að halda út í hálfleik, náðum því ekki. En ef þú bara rennir aðeins með okkur undiginum hérna taktíst, hvaða system var Sölvi að spila í þessum leik? Þetta er bara basically sama og við vorum að spila í fyrirleiknum. Hann fór ekkert í... Voru 4-3-3? Já, var ekkert í 3. Tarik var svolítið að droppa niður líka. Já, mér fannst eins og Tarik var hafsend í setna. Já, byrjaði hérna og svo þegar við þurftum aðeins að droppa niður setni, þá einhvern veginn kemur hann inn í línuna líka. Valdimar náttúrulega komið nýja stöðu út í vinstra megin. En svo bara einhvern veginn, sérstaklega þegar þeir voru að pressa á okkur í lokin, þá var þetta aldrei,
fengi ekki dauðafæri neitt svoleiðis. Verður líka rósa ömma fyrir að rífa sig út og fara út í tegin og kleima fyrirgjafir. Það kom smá kvíði á mannskapinn hérna, þegar ömmi lá, elska ugga á allt það, hann var að gera sér klárun hana. En hann hafi líka bara verið hérna, sáttur á ömmi að staðið upp, sko. Þetta verður að tala um þess að fyrirgjöfana þegar hann kom hana í lókin? Já, í lókin, bara róar all liðið niður, sko. Mér fannst þeir allavega oft á tíðum virka eins og væri bara í 5-4-1, sérstaklega þegar þeir voru að verjast. En sko, það var bara fyriráleikur, eins og kemur hérna, var svolítið brekka og hérna, en seinnáleikur, það var svona eins og verið farin í klefa, Víkingar, og bara, heyrðu, þeir eru ekki svona góðir. Þetta var bara, þetta var svona að því að mörkis að fá sér, þetta er víti og þetta er sjálfsmark. Og það er svo auðvelt að sko farin í klefa að þetta kemur í, sko, seinnamarki kemur rétt fyrir hálfleik og gjössamlega kóðna, sko. Þetta var svo alvöru mentality framistæði í seinna hálfleik. Hvernig bara tóku yfir hennar leik. Bara hvað Sölvi hefur sagt við hálfleik. En líka menn læriðu þarna af Bröndby slísinni fyrra. Þetta var einhvern veginn, þetta er ekki að gerast aftur að því síðustu mínútunni fyrir hálfleik var þetta hræðilegt, sko. Og svo erum við að sjá, sko, Sveinn Gísli með sjálfsmark, ungu leikmaður. Sko, þetta var ævintýrlega lélugur skall. Mér fannst það samt óöfn í þessu, sko. Mér fannst ekki eitthvað að geta sett á hann í þessu, sko. En framistæða hans í seinna hálfleik með það að skora þetta sjálfsmark sem hefði getið orðið alveg rándýrt. Og framistæðan í Óskar Borgþórs líka í seinna hálfleik að gefa þetta víti. Það er bara risa stórt, menn Óskar Borgþórs á risa þátt í þessu öðrumarki, sko. Hann er á annar marki, sko. Hversu oft hafa íslensk lið mætt í 30 pluss hita og ekki tapað? Það er líka þessi þáttur hjá Víkingunum. Sást líka bara í fyriráleik, þú skynjaðir sko strax í fyriráleik pressun á þeim, þjálfarunum, það var alveg svona stress í þeim, sko. Dómarinn var ekkert mikið að dæma, það var að vera að vakka Víkingarna það niður. Þetta er besti dómari sem ég séð. Þetta var ekki smá, hann bara let leikinn bara, hann var bara ekki dæmt ekki neitt. Þetta er það sem þú vildir fá í. Já, ég veit það, þegar ég vildi fá aukaspyrnu þess að Gylfi var einn sem tekið það niður og lá eftir, sko. Hann dæmdi ekki neitt. Nei, hann var bara ekki dæma neitt. En þeir fá, sko, þeir fá færi á hvað, 50 standarna myndu, og svo kom bara næst bara á 83. Þeir gerði ekkert, sko, og markið er sjálfsmark og víti, sko. Ég skal segja ykkur að í gamla daga, þegar Íslandslið fór út völl, þá hefði fyrra markið verið tekið af Víkingunum. Það er bara við dæmt eitthvað, bara hotspinna eitthvað, þetta er bara eitthvað. Já, þeir voru eitthvað töður ekkur á þarna. Já, maður beið eftir varunum, maður fagnaði ekkert strax, sko. Það var svona ekta eitthvað, hérna, að finna eitthvað, sko. Sjá samt ekkur, hann með 2 í fanginu, þeir bara hrunda á hann, hann hafði ekkert fyrir. En tók hann ekki á lærið hann Danni? Tekur hann hnið, já. Það var góð krafti í þetta allt saman. Við erum að tala ég var að skoða þetta liða á transfermarket. Það var 14 miljonir sem þetta er valið út. Víkingar 4,6. Þetta er risastórt, sko. Þetta er massífur sigur. Hvað hérna yfir svona einvíð sem íslensk lið henda erlendur liðum? Ég meina rosalegt uppsving í ungverskum fótbolta. Ég held að ég búin að fara 5 sæti upp á síðustu ári eða eitthvað slíkt. Ég meina, hvar setjum við þetta, veist? Jú, stjarnanlegt Pósnam, það var frábært. Ég maður horfast í þetta fram Jurgården dæmi á sínum tíma þegar þeir gjörðuðu þá. Hvað er þið með meira svona sem að náttúrulega stjarnan Móðuvel, en Móðuvel er það hlýtur bara að vera. Þetta er upp þér. Já. Er ekki best emið sem þið Víkingar hafið unnið? Jú, klárlega. Ég meina, við verið tæpir með Malmö og Lech Poznan líka í framlengu. Þetta er langstæsti svona stærsta innvið, myndi ekki. Líka þetta er proper fótbolta þjóð, Ungverjar og hvað tvisar í undanúrslit á EM, einu sinni í úrslit á HM, ég meina þeir voru í úrslitaleikjum í Evrópukeppninni hérna í Kanada á félagsliðunum. Þannig að þetta er bara risastórt og við erum búin að sjá það í deildinni í ár og þetta er bara algjör staðfesting á því að Víkingar eru bara á svo allt öðrum stað heldur en hinliðin hérna heima. Við förum alltaf í einan febrúardag 2025. Hvað hefði gerst ef að Gylfi hefði tekið aðra ákvörðun? Já, nákvæmlega. Þú veist. Það er... Ef að Gylfi ekki átt svona vonda framistöðu í Akranesvöllinni. Já, maður heitar hættur þá. Nei, ég meina, þú veist bara, við hefum séð Breiðablik hér, Víking hér. Já. Þú veist. Þetta var líka, þetta var bara tímabilið þessi leikur. Deildin komin, bikarinn farinn, þú veist... Þetta var því líku léttir. Hvað er það að fara að spila nú? Er ekki að spila með Ísrael? Hapoel Beersheba. Já, hvernig metu það ungversku meistarinnir móti ísraelsku meistarinn? Ég skoði þá líka á transfermarket og því ég var að tala um að Jör er
þú veist, hópunum þar 14 miljonir evra 24,9 Já. í ísraelsku meistarunum, þannig að með við það sterkar anstæðingur og most valuable player þar, geðveikna Kings Kangwa sá gæð, þeir eru að loka hann miðjunni, skorar Þú eru væntara með hópferð til Ísrael? Sjálfsög, við náttúrulega byrjum heima í Víkinni. Þetta er bara þriðdag næsta, þetta er bara strax, svo smíðum við eitthvað gott, eitthvað góðferð. Það er líka núna tækifæri aðeins að berja á þessum liðum. Við erum í toppstandi, þau eru að koma saman núna. Já. Það er alveg það skiptir alveg, það er stóð breyta í þessu. Það er risa að breyta í þessu. Já, menn að hrósa víkingunum hér í tjattinu, klára ungversku meistarana án Ingvars Vatnamar og Elíasar er ótrúlegt. Já, eru Aron Elís líka, hann kemur inn á geðveikur eftir að hann kemur inn á og hann við leysum þetta bara með hann fer bara på topp og switcha við Nico ef hann ég heldur við tökum ekki sendir mögulega köllum Svein Margeir eða Atla en nú tekur Atla orðið bara með sama leikmann og Nico þannig. Það langar ekki að freista hákvæðina, kannski henda 30 miljonum í Radits, bara svona að sjá hvert að svona. Bara hækkum 10 núna, eftir framistöðin í gær. Sælar. Aron Elís var frábær, hann var líka bara náðulegt, hann var næstu búin að skora bara leiðan kom inn á Já, Stallon manna, þetta var ekta Aron Elís mark. Já. Slum að sjá, hér er það, ég veit ekkert. Eina er Sölvi, glæsilegur hliðlínni Viktor Bjarki og Aron Baldvin þeir voru að rífast hann eitthvað við dómar þeir voru alveg eins og dómar það voru dómarafundur þegar voru að rífast hann En það er líka í ég vil aðstofþjálfari séu alltaf bara í traksút eða einhvers svoleiðis. Ég vil aldrei að aðstofþjálfari minn sé eitthvað reyna að vera jafn töff og ég. Nei, það má ekki. Það er bara fáránlegt þannig að ég vil hrósa þeim þá fyrir að hafa gert þetta svona. Herði, ég held að ég á ekkert lag hérna fyrir mig undir þar fór það Fórum þá bara næst í lengjudeildina og kíkja aðeins í lengjudeildina ekki? Herði, þar voru það fyrir að sjálfsögðu með hert sem er ekki bara bílaleiga heldur líka bílasala leikur gerðdagsins HK IR Íringa voru bara leiðin upp í fyrra og heiti fyrra á alls konar en þeir voru rasskeltir í kórnum í gær Tumi og Karl Ágúst og náttúrulega Radicin allir með stóruleik þetta voru þeir skoruðu 3 mörk á 6 mínútum hákaðingarnir það hrundi einhver 6 mínúta kafla Eru búin að sjá mörkin? Eru búin að sjá marki á Þorstein? Þetta var bara eins og Mattias Sammer fór bara neðstu sóla á völlin svona smá samspil og kláraði þetta bara eins og fagmaður Ég skulda þetta ég átt inni líka en eins og segir þetta er HK bara annað skrýmslan í kórnum það er bara tablusir þar Þetta er eiginlega fyrsti þjálfarinn sem er náð að gera kórin að einhverju vígi hann er náð að virkja kórin og það er sterkt og minna, þeir eru svona aðeins byrjar að finna taktin úti, unnu fylkin alltaf úti og ægir úti í síðasta leik líka en þannig er þetta 7 leikir heima 6 sigur og 1 jafntefli það er virkilega góður og já, þeir bara eftir að skora fyrsta markið þá bara jörður í ringa og Karl Ágúst og Rakic báði mark á stóðsendingu þannig að það komið smá taktur í hákáliði Já, heldur betur Hvað kom fyrir íringana? Er þetta bara simpúla að Maka Áslandi farin? Var það hann sem var svona, þeir náttúrulega halda þessari vörð saman? Já, þeir náttúrulega voru aldrei að fara upp í fyrra þátt að þetta hefði verið gott raun en ég er þetta ekki bara svona þeir falli nú ekki Nei, þeir mistu taktin í fyrra og þeir bara þegar mótið var svona cirka hálnað og hafa bara ekkert fundið þann takt síðan Þetta er náttúrulega alltaf stemningslið, alltaf mörk alltaf Já, það er var þetta mörk í fyrsta leiknum það er útsegað það þeir voru náttúrulega bara, þeir voru að taka svona yðna sigur í fyrra núna lekar inn mörkum voru að fá þessi 36 mörk á þessu tíðumbili hvað fenguður? Fengu á sig 27 allt síðast tíðumbil Herðu, svo voru það mínir menn í Grindavík þeir sjokkuruðu heiminn og við heldum að Gróttan var eitthvað forsýðisari deild Nei
mæta grindjánir og vinna á útivelli 2-1. Þetta var satt mjög óvænt úrslit. Já. Gróttumenn eru búin að vera mjög góður á þessu tíðanbili og Það er sér frábælega. á Grindavík, þetta er bara fyrsti sigurinn sinni í maí sko. Já. Þannig að Þeir eru bara jafnteflun sko. Já. Þannig að þú veist, og Rúnar kom inn á að þeir hafa ekkert verið slakir í þessu leik en samt, þetta var svona sáu að hverju Damir fær stóra seðilinn. Já. Það var mjög öflugur í svona. Sjáum að Grótta er nefnilega búin að vinna 6 leiki í þessu móti og ef að fram heldur sem horfir þá verða þeir ekki neinu vesinni í þessu öllu saman. Nei. En Getur bara lögum að sér í play á sig. Já, Afturelding virðast vera með besta lið kannski á sem Fylki. Já. Væri alveg til í að henda okkur hákvangunum inn í þetta en Þróttararnir í frjálsfalli eftir að Sigur Egill fór út. Já. Og það er nú fleiri búin að vera mittir í þeim líka. Já, það er eitthvað óstuð á Þrótturunum þess að myndir engin sigur í síðustu 3 leikjum. Og þetta vel niður þar. Já, það verður áhvert að fylgjast með. Það er bara tjastla gamla mannum saman hérna. Svo í séns á sér fyrsta sæti sko. Já, þetta verður spennandi. Það er auðvitað stytt í hérna leik Aftureldingar og Fylkis. Ég held að hann sé á þriðjudaginn eftir viku. Já, það er rétt hjá þér. Og það er alls konar spurningar. Gætu Víkinga tekið Viktor Jóns heim? Spyr Gunnar Pétur. Ég hef heyrt að samtalið hafi verið tekið allána en hann ég held að verði einhver stór upphæð sem að er tilbúin að hendi í hann en það væri hann myndi skora helling. Já, Viktor Jóns og eins og Víkingar spila með fyrirgæðir. Já, bara að finna pönnu á honum á markteg, það var inni sko. Já. Ég fíla það, ég myndi taka hann. Það er líka eitthvað smá slúður að það sé búið að taka símdala allavega og hlera menn hérna á Selfoss með Jón Daða. Já, auðvitað svona Jón Daði, hann hefði held ég gaman að þið líka. Já. Það þarf einhvern veginn að finna eitthvað sem að þá sjáum við the real Jón Daði. En kannski við bara klára þetta með Selfissingum í annari deildin og koma þeim aftur upp. Það er nóga spurningum á tjattinu. Menn segja þetta sé akkurat leikurum fyrir Lisandro Martínez. Þú veist, hann verður til Óskarsvölun eftir kvöldið í kvöld. Og Lautaro og Alvarez með mörkin, segir Jón Þór. Nú, má sjá. Það vantar allt kreativiti í þetta ennska lið og allir leikir hjá þeim eru 50-50, segir Alex. Ég meina það er þetta að segja sama með algríska lið. Já, algjörlega. Þannig að menn eru svona að velta þessu fyrir sér. Nú, eitthvað verið að spyrja um Jamal og okkur verið hann ekki skora mörg. Það er erfitt að segja. Nú, við erum að tala um Reece James á miðina. Það geti verið eitthvað. Inn á miðsvæðum? Já. Eitthvað óvænt. Ekki ef að Ræsi klár. Nei. Hann droppar ekki Ræsi, droppar ekki Elliot Anderson og alls ekki Bellingham sko. En mitt þetta fer alltaf framling. Já. Við erum að fara í 120 myndir í kvöld. Þannig að þetta eru allavega sko, þetta eru svona 6-8 Karlsberg. Já. At least. Það er bara jam í kvöld. Og það var beint á djammið eftir leikin. Maður tók smá djam í gær við ekki það, en maður gæti þurft að halda því áfram í kvöld. Já, það er eina leiðin. Karlsberg tengingin góða. Eina leiðin út er aftur inn. Það er rétt. Það er nefnilega bara þannig. Dóttar fútból held ég að fara bara að þakka fyrir sig. Já, við hverjum að búast á Ormsson. Við ætlum bara að hafa gaman. Við ætlum að fá okkur mat þarna upp í Bræðin Ormsson og hafa gaman þessu. Svo minn ég auðvitað á það að Dóttar fútból verður annað kvöld í Keiluhöllinni með hjöfnkvissið góða. Það var auðvitað HM tenging á því en ég ætla ekki að kæfa ykkur í HM. Kannski aðeins í lokin bara að segja frá því að Júri Tillemans er staðfestur í Manchester United. Þannig að það var staðfest allt saman í gær. Já. Og svona eitthvað sem gekk svo hratt fyrir sig að það var eiginlega bara með ólíkindum. Það var bara triggeraður hérna releaseið og svo bara skrifa undir. Frábærkaup. Já, þetta er góð kaup. Þú veist, 29 ára, þú veist, þeir fá 2-3 góð tímabil frá honum og hann er líka bara prúfin, Premier League prúfin, það er bara risastórt. Þið heyrðu það fyrst hér að Solis í Arsenal er done. Ok. Og ég ætla aðeins að bíða með, þú veist, ég er búin að skoða hann aðeins þetta klassíska YouTube-klippur og eitthvað svona sko, maður sér alltaf fegurina í þessu þegar maður skoðar eitthvað svona sko og byrjar að peppa sig eitthvað upp. Ég ætla aðeins að slaka á
að því nenni ekki lendi ég var hérna hjá þér, ég peppaði Fabio Vieira á sínum tíma Já. eftir þessi mistök sko. Ég nenni ekki að svoleiðis Ég saknar reyndar Fabio Vieira. Já, þetta gerðu þú það. Svona gegn glóblokk að fá settingarna frá Fabio Vieira að þræða þeim inn. Já, þú saknar Vieira og þú vilt að Martinelli fái bara fullt traust. Já, ég held að það gæti verið klókt að gefa honum fullt traust. Herðu hérna, United Summerville, eitthvað sko Summerville eða ekki? Já. Mér finnst hann góður. Það eitthvað verið að ræða þetta. Greenwood fann í Fenerbahce. Manchester United tekkar þar inn 12,5 miljón evra fyrir Mason Greenwood. Og það er bara ómögulegt fyrir Mason Greenwood að spila á Englandi. Eins og hann góðleikmaður þá kemur hann ekkert aftur til Englands. En eru að reikna með Rashford bara aftur? Síðast í séns? Last dance? Já. Þú veist, ég af hverju, mér finnst eins og engin stundismann United sé opinn fyrir því. Ég bara komið að þolmörkum hjá okkur. Algjörlega. Já, hann var bara einhvern veginn, þetta var orðið andlust hjá kallinum. Það var orðið einhvern veginn, attitúti var lélegt. Okay. Nú verið að tala holningin á honum svona á vellinum. Nú veit enginn hver á að vera þessi þriðji miðjumaður sem United kaupir. Kóni. Já, það er eitthvað að tala um Alex Scott og svo dúkar þessi Baleba alltaf upp. Já, Baleba komin aftur upp í mér hana. Ég vil ekki sjá hann samt. Nei, maður ekkert eitthvað rosalega spenntur. Þetta sko, sem ég búin að lesa með miðjumenn hjá United, Elmeja, Baleba, Alex Scott og svo eitthvað aðeins með Sander Berge. Já, það var fyrir 2 ára líka. Já, hann reyndar alveg vannmyndir leikmaður. Ég er sammála. Hann segur, sko. Já. Svo alltaf Tjúkameni, alltaf nefndur líka. Já. Bruno Guimaraes umræðan ennþá í gangi. Ég bara maður spári, hvað er Arsenal að fara að gera með þessu? Af því að Lewis Skelly endaði tímabilið frábælega miðunni, þeir með Supermendi, þeir með Rice, með Merino, Ødegaard líka. Ég sé við spila hana eitthvað í tíunni. Eitthvað hlýtur að fara af þessum mönnum. Er Supermendi heill núna? Er hann bara svona langt frá þessu? Ég held að það sé bara langt frá þessu. Ég man ekki eftir að lesa eitthvað hann hafði meiðst. Hann brætti úr sér svona í lok mars. Þetta er bara ótrúð hvernig enski bolti getur náð mönnum bara eins frábær og hann, leikmaður og hann er. Algjörlega. Góður leikmaður. Ég held að hann brætti úr sér. Arsenal hefði ekki klárað þetta tíðanbil í hans skúrastöldinni án þess að Skelly hefði komið inn í liði, sko. Af því að hann tekur þetta að hafa rotation skipting á móti Fulham og þar bara fann Arsenal taktin aftur, sko. Já, það má fara rauk fyrir því. En hann var samt frábær. Það stóð sér vel. Já, þegar hann var ekki svona búinn á því, þá var hann góður, sko. Já, ég hefði Magnús Karl að segja að spátt Frakkland var 50-50 fyrir leik. Já, mér sem ég var talin svona of bjartsýnn fyrir hönd Spánverjas, kalla hann að leik 50-50. En það er náttúrulega fyndið í dag því að yfirburðir Spánverja voru slíkir, en í possession var þessi leikur ótrúlega nálægt í að vera 50-50. Já, alveg rétt. Þannig að aðeins Liverpool. Arsenal og Liverpool að berjast í Barcola. Myndi er líka, Jan Kumba Myndi er eitthvað aðeins í umræðinni. Þeir eru að skoða náttúrulega bara kantara. Seti Almala hjá Köln og Pardo hjá Lille. Þetta er svona það sem maður er að heyra. Það er svona að heyra. Já, ég er að heyra þetta göttunni. Ég hringi Kela og heyri í þessu helstu umbóðsmönnum. Þetta er svona ekkert eitthvað mest spennandi listi sem við heirt, sko. Nei, en Seti Almala var góður hjá Köln, sko. Myndi er svona, þú veist, þú veist ég ekkert hvað fær frá honum, sko. Barcola er sexy þetta. Já. Það er eitthvað sexy þarna í þessu öllu saman. Leeds er að fara að taka Hamraovic hjá Sassuolo. Hafsendin hérna í sáminni á hann með Bosníu. Það er fínn að senda. Já. En þetta er svona þetta er það sem ég er að heyra. Já. Þetta að heyra hella stöfið þarna. Og svo þetta Búati. Spurning hvert hann fer. Það er Arsenal aftur. Já. Arsenal sitt að berjast um hann. Ég veit ekki hvað ætla að gera með allar sem miðmenn. Nei. Verður gaman að sjá þess leikin í kvöld. Ég get ekki beðið. Þannig að þetta verður rosalegt. Ég vona að vera ekkit vesen upp í stúku vandamáli, sko. Ég vona að Kanadinn átti sig á því að þeir þurfa aðeins að vera tánum með Argentínumenn og englendingan annars hlið. Já. Var ekki komið fréttir að búið að herða einhverju örkrisli? Jó, nei, ég meina eins og þetta móti bara vera þannig, ég var náttúrulega blóðheitur Portugalið að núti, sko. Með Kólumbíumenn annars hliðina mér, sko. Nei, þetta var bara miksað saman, það var ekkert við sem verið á Þetta er búið að vera svolítið vinulegt. Já. En verða þeir fleiri í stúkunni Argentínumenn? Já, miklu. Já, þeir eru miklu fleiri í það er kúltúr fyrir því í Argentínu að
að ferðast á leiki. Þeir gerir tilbúinir að gera allt. Ég meina, maður mann bara eftir þessi Katar, ég sá engan frakkaðar. Argentínumenni voru út allt, gjössanlega, jörðuðu þá í stúkunni. Það verða læti inn á vellinum 100%. Þetta verður ykkur... Hvað segir sportsbókin? Kannski ef við bara kveðjum þetta og förum aðeins yfir á Epic, sjáum bara hvað sportsbókin segir á hann leik og það 2.79 á England, þetta bara jafnt. 3.13 á Argentínu. Ég tek X hana. Sko, ef England vinnur þetta í venjulegum leiktíma, vinna það að geta með 2. Gætum við ekki séð eitthvað svona uppgjöf? Mér langar að sjá sko Argentínum en að vera smá reiða hins sko. Ég verð að fá bútsérinn aðeins í gang og Romero. Við höfum hingað til ekki sín einu uppgjöf. Nei, það var aldrei upp. Nei. Hvað reiða? Viltu fá eitt redd hana? Ég vil fá eitthvað. Fá okkur hitta. Ég er að pælja að fara. Það er alveg líklegt að sjá það. Það verður hiti í svo morgun. Þetta verður á morgun þegar við mætum þetta kl. 10 þá verður bara, wow, rosalega leikur í það verður. Að þegar leikurinn ekki var hann ekki smá vonbrigði. Það var bara ómiklir yfirbyrðir. Já, ég er að segja það, út af því. Það var svo þægilegt. Er þetta kl. 7 í kvöld? Já. Gekkjaðu tími, úrslitaleikurinn líka klukkan 7. Ég var aðeins verið að skoða veðurspána fyrir úrslitaleikin í New Jersey. Það verður heitt. Þannig staðan að verður skíjað sem ágætt. Ertu bara við komum langt í þessu fann að skoða við en Thunderstorm Nei, það er alltaf verið að hóta þessum Thunderstorm svo gerist aldrei neitt það var bara í Mexiko hann einu sinni Nei, það er eins og það er allt búið að ganga upp þú veist, háum félagslegi fyrra var allt eitthvað vesen út af einhverjum brumum það er bara eitt leikur sem búið að vera eitthvað vesen það var í Frökkum það var eitthvað 2 klukkutíma hálfleikur hann móti Írökum Við fáum langan hálfleik núna á MetLife, það er að segja halftime show. Hver með halftime showið? Hvað segirðu? Justin Bieber er ekki Shakira klítur að koma að inn, ég væri hryggir lána allan að fá hana að inn. Já, ég er ánað með þetta þú. Og þetta var ekki á bingospjaldinu. Nei. Sjá fá Bieberinn í Jú, þetta var á mínu. Já, Bieber og Shakira. Madonna, Burna Boy og svo BTS, strákabandið frá Kóreu. Það er svoleiðis. BTS. Þannig að það var ekki á bingospjaldinu. Nei, þeir eru feikilega vinsælir. Já. Laka til að sjá af hverju. Já. Þetta verður væntanlega góður hálftími. Já. Af því við þurfum alltaf að embrace the culture heimamanna. Já. Við verðum að alltaf. Nei, þetta er endar ekki. Þetta er frábært. Nei, hálftíma, bara gott sjó. Öll fjölskyldan kemur saman. Nýtur tónlistarveislu. Nei, það verður vorum svo saman auglýsingarnar daginn eftir þetta er bara ákvarðan engin leikmaður í heiminu nennir að vera inn í klefa í hálftíma Þú verður að taka full experience með þetta í Bandaríkjunum Þú verður að taka þetta alla leið þá getur þetta bara alveg bara verið í Kanada Hvað segirðu? Þá getur þessu úrslitaleikur alveg bara verið í Kanada Þetta er í Bandaríkjunum Fáum þótturnar yfir alltaf chicken skin Þetta verður alltaf chicken skin saman hvernig þetta fer góða skemmtun í kvöld og takk hérlega fyrir að vera með okkur iShow Speed verður með atriði á lokahófinu staðfest ég veit ekki hvað hann á að gera hvað gerir iShow Speed? Ég hef ekkert tíðan síðan hoppið bíl Já, hann er sprengið flugveldan í herbyggni sínu og öskra þetta er svona mest það sem hann gerir þannig ég hef ekki, það verður forðlega að sjá hvað hann hoppar upp með það hann nýji Saltbay konkurinn sem var hann síðast Nei, Alfie Holland Ég vil fá hann að það niður á Við rættum þetta ekki ég skil ekki allt þetta heit sem hann er að fá Það er lúðalegt að heita á Alfie Holland Alfie Holland er algjör kongur Líka bara að vera að sína selefin í stúkun ég elska það ég skil ekki menn sé eitthvað Þetta er frábært Þetta er algjörlega stórkostlegt Takk báðu tveir og farið varlega út í daginn iShow Speed hann verður mættur á sunnudaginn gera veit ekki hvað Jú, hann er náttúrulega lag, fyrir ekki. Hann er World Cup-lagið. Já. Það er gott lag. Kannski ekki World Cup-lagið. Jú, hann tók fyrir síðasta. Svo segir Hafþóri þetta, mér finnst úrslitaleikurinn hefði átt að vera Azteca vellinum í Mexíkó. Já, það er stórkostlegur staður fyrir úrslitaleikin, en við fengum opnunarleikinn þar í staðinn. Já. Þannig að það er ekki hægt að fá allt í þessu lífi. Nei, það er ekki hægt. Man er búin að læra það. Já.
þungur hnífur. Þessi hnífur á að vera